Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 27. mars er 4. sunnudagur í föstu og þema dagsins er brauð lífsins. Ég er stödd í Orlando en þar sem að ég baka mitt brauð sjálf, þá gerði ég eins og aðrar góðar húsmæður, ég bakaði brauð fram í tímann. Því maður skilur ekki börnin sín eftir matarlaus. En fyrst skulum við signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Lexían minnir lesendur á að Guð gekk fyrir þjóð sinni eða leiddi þjóð sína í gegnum eyðimörkina og sá þeim fyrir öllum veraldlegum hlutum og fæði og klæði sem þeir þurftu til að lifa af í 40 ár. Eyðimerkurgangan átti að sýna þeim að þeir þurfi á Guði að halda. Í pistlinu segir Páll að fyrir trúna á Jesú eigum við frið við Guð vegna kærleika hans. Kristnir upplifi samt sem áður mótlæti og þrengingar en vonin gefi okkur þolgæði til að standast allt. Því kærleikur Guðs hefur streymt inn í hjörtu okkar með heilugum anda sem okkur er gefinn, eins og textinn segir. Guðspjall dagsins er úr 7. kafla Jóhannesar Guðspjalls og ég valdi að tala út frá því, en það hljóðar þannig. Eftir þetta fór Jesús yfir Galíleu vatn eða Tíberías vatn. Mikill mannfjöldi fylgdi honum því þeir sáu þau tákn hann gerði á sjúku fólki. Þá fór Jesús upp á fjallið og settist þar niður með lærisveinum sínum. Þetta var laust fyrir páskahátíð gyðinga. Jesús leit upp og sá að mikill mannfjöldi kom til hans. Hann segir þá við Filippus: Hvar eigum við að kaupa brauð svo þessir menn fái mat? En þetta sagði hann til að reyna hann því að hann vissi sjálfur hvað hann ætlaði að gera. Filippus svaraði honum: Brauð fyrir 200 denara nægðu þeim ekki, svo hver fengi lítið eitt. Annar lærisveinn hans, Andrés, bróðir Símonar Péturs, segir þá við hann: Hér er piltur sem er með 5 byggbrauð og 2 fiska. En hvað er það handa svo mörgum? Jesús sagði: Látið fólkið setjast niður. Þarna var gras mikið. Menn settust nú niður 5.000 karlmenn að tölu. Nú tók Jesús brauðin, gerði þakkir og skipti þeim út til þeirra sem þar sátu og eins af fiskunum, svo mikið sem þeir vildu. Þegar fólkið var orðið mett, sagði Jesús við lærisveina sína: Safnið saman leifunum svo ekkert spillist. Þeir söfnuðu þeim saman og fylltu 12 körfur með leifum byggbrauðanna 5 sem afgengu hjá þeim sem neitt höfðu. Þegar menn sáu táknið sem hann gerði, sögðu þeir: Þessi maður er sannarlega spámaðurinn sem koma skal í heiminn. Jesús vissi nú að þeir myndu koma og taka hann með valdi til að gera hann að konungi og vék því aftur upp til fjallsins einn síns liðs. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Öll Guðspjöllin innihalda þessa frásögn, enda er hún ótrúlegt kraftaverk. Mannfjöldin sem fylgdi Jesú var gríðarlegur. 5.000 menn auk kvenna og barna. Því Filippus sagði að brauð fyrir 200 denara, sem sagt 200 daga verkamannalaun, myndu ekki duga til að kaupa brauð svo hver fengi lítið eitt. Guðspjallið segir að fólkið kom vegna kraftaverkana en ekki vegna trúar á Jesú. Og ekki ólíklegt að megin þorri fólksins sem kom allstaðar að sé ekki gyðingar. Það er tekið fram að atburðurinn eigi sér stað rétt fyrir páskahátíð gyðinga. Að nefna gyðinga bendir til ákveðinna tengsla rofa við gyðingdóminn.
Við myndum til dæmis aldrei segja rétt fyrir páska kristinna manna. Við segjum einfaldlega rétt fyrir páska því að páskarnir eru okkar trúarhátíð. Þó Guðspjöllin segja að Jesús hafi farið í samkomuhús gyðinga, þá gerast flestar frásagnir þeirra af samskiptum hans við almenning úti undir beru lofti. Það utan samkomuhúsanna. Í Guðspjallinu hafði Jesús komið á báti yfir Galileuvatn og hann hafði strax áhyggjur af því að fólki sé svangt. Hvar getum við keypt brauð handa fólkinu, spyr hann. Já, hvar? Fólkið var úti í óbyggðum. Sviðsmyndin sem okkur gefin táknmynd fyrir andlega leitandi sálir, villuráfandi sauði, hjörð án hirðis. Og fólkið hungrar eftir leiðtoga sem gefur þeim hina andlegu fæðu. Það brauð lífsins. Í þessari frásögn sjáum við líka samlíkingu við eyðimerkurgönguna, þar sem Guð sá lýðnum fyrir brauði af himni, það himneskri fæðu. Drengur gefur sig fram og hann með 5 brauð, 5 byggbrauð og 2 fiska. En hvað það ofan í þennan fjölda? Í Esekiel segir að byggbrauð sé brauð fátækamannsins, sem gerir táknmyndina enn sterkari, því Jesús sagði að hann væri sendur til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingjum lausn og blindum sýn, láta þjáða lausa og kunngjöra náðarar drottins. Heimurinn í dag skilgreinir fátækt á allt annan hátt en Jesús, sem segir að sá sem á ekki trúna á hann sé fátækur í anda. Brauðið táknmynd andlega fæðu, orð Guðs, sem sér sálinni fyrir næringu. Og síðar þegar kristnir voru ofsóttir eftir dauða Jesú, varð fiskurinn, það mynd af fiski, að leynitákni kristinna manna. Orðið fiskur á grísku yktus og hver stafur merkir eitt orð. Jesús Kristur, sonur Guðs, frelsari. Í Ameríku fólk mjög duglegt að merkja bílana sína með kristnum táknum eins og krossi eða fiskinum. Og hef ég til dæmis verið með þannig merki á bílnúmerinu á jeppanum og á útidyrahurðinni heima hjá mér í 15 ár. Því að ég stolt af því að eiga Jesú Krist sem frelsara. En aftur að sögunni. Hún full af táknmyndum. Drengurinn var með 5 byggbrauð og 2 fiska, sem sýnir okkur að það sama hversu lítið við höldum að við getum boðið frelsara okkar, þá getur hann margfaldaða út í samfélagið. Við erum í öllum verkum fyrirmyndir annara. Jesús tók brauðið, hann blessaði það ekki, hann þakkaði Guði og ekki aðeins margfaldaðist nesti drengsins svo að allir fengju nóg, heldur voru 12 körfur af brauðmólum afgangs. Og ef við leikum okkur aðeins með þessar tölur, þá getum við túlkað söguna þannig að Jesús muni sjá okkur vel fyrir öllu. Alla 5 daga vikunar samanber 5 brauð, sem og þessa 2 daga helgar, 2 fiska, alla 12 mánuði ársins samanber 12 körfur eða að eilífu. Umhyggja Jesú náði ekki aðeins til þess að gefa fólkinu að borða. Hann hugsaði líka að færi vel það á meðan. Hann lét það setjast þar sem mikið var af grasi. Hann gjörði þakkir áður en hann braut brauðið niður. Margir kristnir hafa tekið þessa fyrirmynd upp og fara með borðbæn fyrir hverja máltíð. Þakka fyrir matinn áður en hann snertur. Þakka fyrir að þá mun ekki skorta neitt,
því að Guð sé með þeim. Hið veraldlega brauð nærir líkamann en andlega brauðið, orð Guðs, er endurnæring fyrir sálina og er blessað veganesti inn í hvern dag. Jesús sagði, ég er hið lifandi brauð sem steig niður af himni. Hver sem etur af þessu brauði mun lifa að eilífu. Og brauðið er líkami minn sem ég gef heiminum til lífs. Brauðið var síðan tákmynd fyrir líkama Jesú. Þess vegna lét hann safna saman leifum brauðsins en ekki fleygja þeim á jörðina fyrir fuglana. Og magnið sem var afgangs, 12 körfur, segir okkur að blessanir Guðs okkur til handa eru margfalt fleiri en við komum til með að nota. Eða eins og segir í 23. Davíðssálmi, bikar minn er barmafullur. Í fyrra Korinthubréfi segir Páll, gerið þið ykkur ekki grein fyrir því að Jesús Kristur lifir í ykkur. Orð Guðs er okkar andlega fæða og við geymum það innra með okkur. Þarna er tákmyndin fyrir brauði sem að fólki borðaði eins og oblátan í altarisgöngunni. Tákmynd boðskapinn sem við meðtökum og Jesús lifir í okkur. Ef við höldum áfram að lesa Guðspjallið, þá fylgir á eftir frásögnin þegar að Jesús gengur á vatninu. Fólkið heldur áfram að elta hann og þegar það spyr hann næsta dag hvernig hann hafi komist yfir vatnið, segir hann að þeir leiti hans ekki vegna hans sjálfs, heldur vegna þess að hann gaf þeim brauð að borða. Síðan varaði hann fólki við, hann segir, aflið ykkur ekki þeirra fæðu sem eyðist, heldur þeirrar fæðu sem varir til eilífs lífs og mannssonurinn mun gefa ykkur. Þema dagsins er brauð lífsins. Við lifum ekki án matar og brauð hefur líklega verið stór hluti af máltíð manna á þessum tíma. Því hefur almenningur skilið samlíkinguna að sú fæða sem við neytum dagsdaglega eyðist og mannin hungrar aftur. En brauðið sem mannssonurinn getur gefið okkur eyðist ekki. Það brauð er ávið ávöxtinn á lífsins tré. Það brauð gefur okkur eilíft líf og sá eini sem getur gefið okkur þetta brauð er Jesús Kristur. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú nafni, amen.